Já, þú spurðir af hverju heitir Hildibraut. Já. Það bara, held ég sé höfuð á bara þessari kjarnorku miklu konu sem átti heima hérna bara við endan á Hildibrautinni, á Marbakkanum. Og mikil svona brautryðjandi einstaklingur og kona í fararbroyti í pólitíkinni og lét sér bæjarmálin og nær þjónustuna, mikið var það. Og ég held að þeirra hús hafi verið bara byggt sem sumarbústaðar, alveg svo litla Rauðahúsið hérna, það bara sumarbústaðar. Það voru fullt af sumarbústöðum hérna? Bara út allt, já. Þetta byrjaði sem sumarbústaðarbyggt. Já. En þetta hús hér? Þetta var byggt bara strax sem bara einbýlishús, sem fjölskyldhús. Og hingað komu hérna Sigurður, Guðmundur og Sigríður Breiðfjörð. Og hann vann, veit ég, í gamalli trésmið hérna inn í Reykjavík. Og hann gekk á hverjum einasta degi hingað til þess að smíða húsið sitt. Byrjaði 48 og þau flytja inn í þetta 49 og hér fæddist síðasta barnið þeirra. Síðasti drengurinn þeirra, hann fæddist hérna í þessu húsi. Þá var það ekkert alveg tilbúið, Og hann var rosalega natinn, fengum við að heyra. Og ég upplifði alltaf þegar við vorum að gera upp húsið. Það átti ég oft til að spjalla við gamla manninn, þegar til dæmis flísarnar sem voru nýbúin að setja inn á baði fóru allt í að losna og hrynja og þegar við fórum að kveikja á pípulögnunum aftur eftir að var búið að setja það allt saman og þá fóru gömlu pottofnarnir hérna á efri hæðinni að springa og þá oft spjallaði ég gamla manni og hugsa bara hvað erum við að gera núna sem það ekki samt við. En hann var nefnilega, upplifði ég alltaf og fékk svo að heyra frá syni hans. Var svolítið sérstakur og íhaldssamur og svona. Svo ég var ofta að spjalla við hann hérna á himnum og samdi við hann við ætluðum að hafa þetta bara eins vel og við gera þetta eins vel og geta. En þið flytjið hingað hvenær? 91. Við kaupum þetta haustið 91. Og hvernig lítur þetta út þá? Það leit alveg skelfilega út. Við erum það nýflutt frá Svíþjóð. Ég alin upp í Svíþjóð. Svo ég bara komin hérna til Íslands og ég hreifst svo af þessum gömlu sveitsertshúsum, þessum bárujárnsklæddu húsum sem komu hérna upp aldamótin. Og ég sagði alltaf við manni minn að ef við ætlum að kaupa okkur hús og ég ekkert steinhús, þá vil ég svona hús. Og svo erum við búum í Mosfellsbæ þá í starfsmannabústað, ég vann á Reykjalundi og þá sjáum við auglýsingu. Lítið snoturt hús í Vesturbæ Kópavogs til sölu. Og við erum þá að leita okkur að húsi þarna haustið. Flytjum hérna heim í janúar, febrúar vorið og haustið erum við að leita okkur að húsi og við kaupum þetta í september. Og þegar við komum að húsinu, þá skal ég segja, þá fannst mér það bara ekkert lítið snoturt hús. Áttu einhverja myndir að sýna okkur? Já, ég á myndir. Þetta var myndir sem tók á móti okkur, Þetta er myndir sem tók á móti okkur. Þetta er litla snotra húsið í Vesturbæ Kópavogs í rótgrónum garði og það var varla stakkrýsla. Og ég sagði við manni minn, heyrðu, við erum bara hætt við að koma og skoða þetta. Ég ætla ekki að fara hérna inn. Þetta er hræðilegt. En hann sagði, við skulum nú ekki vera dónaleg, en hérna býður gamla konan og við skulum fara inn og skoða. Svo fórum við inn og skoða. Hér tekur á móti mér yndisleg gömul kona. Og við löbbum hérna húsið og meðan við löbbum húsið og þá þegar ég fórum hérna efri hæðina þá voru alls konar litlar geymslur undir súð og ég fór að hugsa ég get gert þetta og ég get gert þetta og yfirlega þetta og ég get gert þetta og svo við ferum bara heitlist á húsinu og það var eitthvað svo gott andrúmsloft hérna inni og það segja allir sem koma hérna inn og það er eitthvað sérstakt andrúmsloft hérna. Og ég held að hjónin hafi skilið eftir notalegt andrúmsloft sem við erum reynt að halda í. Og strax fyrir við áður flytjum inn, þá byrjum við bara því líku, það var bara mokk út. Þetta er gamla eldhúsið. Það er bara verið að mokk út. Og það var reynt að gera það þannig að við gætum flutt inn í það.
Þetta er efri hæðin, þetta er svefnherbergi. Og við förum hérna að skrapa og græja og gera En þið hafið samt verið svona að varðveita af þessu gamla? Já, við höfum alltaf reynt það. Því það fannst mér svo mikilvægt. Það var að varðveita hluta því sem að gömlu hjónin lögðu grunn að. Og líka þetta skiptir svo miklu máli að hugsa vel þessu gömlu hús. Og það var nú svolítið umræða á milli arkitektsins og okkar, því að hann var alltaf tilbúinn með svona nýstárlega teikningar, en við vildum alltaf bakka og segja bara gerum þetta eins upprunalega við mögulega getum. Við þurfum að fegra það aðeins, og við þurfum að laga það aðeins og reynum að halda í það sem við getum. Og undir gömlum dúkum og teppum finnum við besta gessim hússins. Hérna erum við að skrapa þetta, við bara vorum í marga daga að skrapa þetta. Og þegar ég fékk föðurbróður minn að koma hérna að taka máltökin að því ég ætlaði að leggja parkett á allt gólfið, þá segir hann bara, nei takk Lúísa, þú fyrir ekki að setja parkett á þetta gólf, ég ætla að koma með vélarnar mínar. Og hann var svo sagt, sérhæfði sig endurgera slípað gömul parkett í gömlum húsum. Og hann vann alla þessa vinnu með okkur. Og þetta var rosaleg vinna að koma þessu gólfi í gott, skikkanlegt horf. Því að það þurfti að skrapa þiljarnar og það rauk hér upp svona hrossaskítalykt. Dísa systir mann ennþá eftir því hvað lyktin var sérstök. Hvað segir hrossaskítalykt, svona rosaleg, svona bara skrítin lykt sem gaus hérna upp þegar við vorum að hreinsa hérna og skrapa með skrújárnum og miklum á milli fjallanna. En upp úr þessu kemur þessi gessimi og hann pússar þetta og þetta er tilbúið og við flytjum inn á Þorláksmessu 91 með báða dætur okkar. Og svo var það annað sem skipti mjög miklu máli, það er þessi gamli stigi. Í gamli maðurinn, hann var svo duglegur, hann smíðaði meira og minna allt sjálfur og fékk hérna góða vinsinn til að hjálpa sér við að smíða þennan stiga. Og þegar við förum að skrapa honum, dúkana og teppinu og svona, og þá sagði ég við manninn minn að þennan smíð, og arkitektin, þennan stiga má ekki hagga, ég vil hafa þennan stiga. Og þannig sömdum við gamla kallinn. Það sagði ég, ok, ég fæ að laga gluggana og rífa það út, en stigan ætla ég að fá að halda. Og svona eftir rólega gerðum við þetta upp og ég var að vinna sem ráðgjafi á Alþingi, var að vinna svolítið sem heilbrigðisráðgjafi hérna í ráðuneytinu niðri í bæ og þá var verið að gera upp gömlu byggingarnar hana við Alþingishúsið. Og þar voru svona æðislegir kallar sem að unni hjá Seiunni og þeir alveg fræddu mig og mötuðu mig á bókur sem ég gat lesið gömlu Sveitsershúsin, hvernig bárujárnsklæðningarnar áttu að vera lagðar og svo framvegis. Og ég gramsaði í bókum og svona og þeir draga mig með henni í sög og lyfti upp þessum gömlu gólf- og loftlistum sem við setjum hérna kringum hurðana. En þetta eru loft- og gólflistar úr Viðeyjarstofunni og húsinu á Þingvöllum, Ráðhúsinu á Þingvöllum. Nema að því undantekna ég tók svona efri partinn af því að það var svolítið stórir og grótaralegir. Átti ekki alveg við, þannig að þetta eru listar fengnir úr því. Dæmi, og þeir voru okkur mikið innan handan, með mikinn fróðleik og mikla visku. Svo var annað, svona smá sérviska í mér að þegar við fórum að skoða hvernig gluggarnir ætti að vera. Þeir voru allir svona svolítið stórir og miklir, en á gömlu teikningunum sem við fundum eftir gamlamanni, þá var hann alltaf með litla glugga. Svo við hugsaðum, voru 2 kvistar hérna megin og 3 kvistar litlir hérna megin. Og svo voru þeir teknir út og stóru kvistarnir komu í kringum 50-60 eitthvað svoleiðis. Og þá hugsaðum við, ok, hverfum aftur í gömlu gluggana, það geti orðið svolítið fallegt á þessu húsi. En ég vildi ekki bara hvaða gamlu glugga sem þannig að við fórum hringinn og skoðum gamaldags glugga. Og þá ákvað ég að fá
glugga í stíl við gömlu gluggana frá Svíþjóð, gerði þetta svolítið sænskt, það þurfti að vera svolítið sænst inn í þessu, ég þurfti að taka smá af Svíþjóðmenn. Þannig að þeir eru svona með svona kveldri fresningu í staðinn fyrir svona kúftri fresningu hér. Þannig að þetta ég held að sé ekki til neinu svona gluggar hér á Íslandi. Og þetta getur fundið í svona gömlum húsum í Svíþjóð. Og þið eru búin að vera að dunda við þetta og garðinn og hérna koma þessu, halda þessu við. Já, því það voru allar hríslur hérna. Það voru nokkur mispiltré hérna, smá birkihríslur, eitt lítið reynitré sem komið hérna, mjög stórt. Þannig að við héldum líka, við færðum það sem var til og áttum það, héldum því. Og hluti af gamla mispilinum, hann hérna fyrir framan. En svo bara komið nýir í staðinn. Og það þurfti að grafa upp alla lóðina hérna. Við byggðum pallinn hérna fyrir innan í bakgarðinum. Og hérna steinarnir sem við tókum, ég ætla að fara hérna með þig fram. Steinarnir sem við náðum, það var svona birtistýri draumi. Þetta allt teiknað eftir draumum. Þannig að ég bara búin að vera handteikna þetta og svo á ég bara svo góða smiði. Þeir eru búin að vera svo geggjaðir. Mágur minn bara náttúrulega alveg haukur, búin að vera æðislegur með okkur því maðurinn minn, hann var alltaf að kunna hamar þegar við byrjum en nú var hann ógeðslega flinkur. En mér finnst ofsalega gaman að smíða. Ég neldi meira að minna kvistana á þætti og tók þátt í að negla pallinn hérna og saga. Mér finnst rosa gaman að saga og smíða. Og þetta bara birtist mér í draumi og þegar smiðirnir kom daginn eftir og sagði, já, hvernig á pallurinn að vera? Ég teiknaði þetta í nótt, sagði ég. Þannig að ég vildi hafa svolítið öðruvísi, þannig að við fengum okkur trjádrömba. Ég veit að þessu eru norskir, húsasmiðin keypti þetta. Og ég vildi hafa þetta svolítið já, gera garðinn svolítið kannski svolítið breskan og sænskan. Svona svolítið villtan og hann inni svolítið fyrir sjálfur sig, hann hjálpaði mér svolítið. Þannig að grjóti ég fór með 3 æðislegum köllum og stórum trukkum út á Stafnes og þar sömdum við bónda og þar fengum við að hirða þennan grjótgarð. Og ég var með mér vitringarnir 3. Ég kallaði það vitringarna þeirra, þeir eru stæðstir og þeir voru erfiðastir. En þeir voru æðislegi strákarnir með mér því að þeir kölluðu mig orðið steina því að þetta var svo mikið af steinum og þeir voru alveg með þessu en ég fann allt grjótið eins og ég teiknaði í drauminum. Meira þess að litla klósettið hérna sem dvergurinn situr á. Það er svona klósett, ég verði að lyfta þessu, það er klósettið að fara að vaxa hérna. Ég gerði svolítið grín að mér, ég kallaði þetta klósettið eða hér á bakvið er æðisleg klósettið hérna. Eða bara stóll sem við getum sittið hérna við pottum. Þannig að einn vitringur hér og svo eru þeir standa í grín og haldi svolítið vinnakir út í vitri og svo var bara þetta allt smíðað í kringum. Og grjótgarðurinn, hann eiginlega nær fyrir hornið á bílskotnum. Og svo þetta bara svolítið villt og bersi svolítið mikið sjálft þannig að því þetta stór garður. Og ég vil hafa svolítið bæði villta með fjölari, jurtum og fullt af plöntum. Þannig að þetta var líka mjög stórt verk sem við þurftum að vinna með öllum endurbótum á húsinu. En svona að lokum þessi viðurkenning frá Kópavogsbæ, hvað þýðingu hefur hún? Ég meina þetta er náttúrulega, þetta er alveg bara rósin nappagati. Þetta er ekkert annað vegna þess að þetta er búið að vera alveg ofboðsleg vinna. Rosaleg vinna í mörg ár og við tókum alveg eftir því bara þegar við byrjuðum á húsinu að það má oft svo bjarsýnn að maður heldur að þetta sé nóg en svo bara kemur margt annað sem maður var að laga og breyta og þetta er búið að taka á, við erum enn gift í dag en þetta er búið að taka á í bara vinnu og þolinmæði og maður þarf að vera skynsamur og við byrjuðum á því að gera okkur bara áætlun, gerðum 15-17 ára áætlun. Og sögðum bara, skiptum garðinum í þett og líka húsinu. Byrjuðum á því að innan, fórum svo í því að utan, af því að það var heillegt utan. Og það var náttúrulega svolítið ljótt að utan í langan tíma, en að innan var það tilbúið. Og ég verð bara að segja svo að þessi viðurkenning, hún bara eins og rósin nappagati, þetta er ofboðsleg vinna að taka svona í gegn. Og þetta er hálfgerð klikkun því þetta er meiri vinna en að byggja húsið, þú ert að rífa það niður og byggja upp.
og grafa úr garðinum og fylla inn nýtt. Þannig að ég held að við höfum farið með 18 sendiferðabíla við stelpurnar, dæturnar og vinkonurnar og svo við vorum orðið góðir kunnar í Sorpu og stóran gang með einhverjum tonnum af drasli og í svona vinnu þarf líka að vera bara óbáslega góð samvinna og ég vil bara segja svo að Birgir og Gísli skipulagsstjóri og byggingarstjóri, þeir eru náttúrulega búin að vera algjör perlu með okkur og það þýðir ekkert að fara út í svona vinnu nema í bara góðri samvinnu við bara alla, hvað sem það eru smiðirnir, fagmennir sem þú fær með þér, þeir fyrir að dansa með manni og það þarf bara að vera góð liðsheild. Það fullt af fólki út alla bæ að gera upp húsin sín og ef þú getur gefið eitt ráð, ein setning eða tvær. Hugsa ykkur 2 sinnum áður en þið kaupið svo gamalt hús. Fjórföldið allan kostnað sem þið áætlið að leggja í þetta. Munið að þið eru að njóta, ekki nýta, því það þarf að njóta þess að gera það sem maður að gera. Maður þarf að hafa gaman að þessu og ekki gleypa alla kökuna í einu því að góðir hlutir gerast hægt og þessi gimsteinn, það þurfti náttúrulega bara heilmikið að slípa hann og pússa hann og laga hann til og sérna og græja að gera og það þarf bara þolinmæði í það. Og því þetta bæði kostar þolinmæði og þetta kostar líka heilmikinn pening. Það er bara svoleiðis. Og ef maður ætlar að njóta þess sem það þá verður maður líka að gefa sér tími í það. Og þroskast með verkefninu. Ekki að gleypa allt í einu. Flottir, þakka þér fyrir.